sko hvaða málamiðlanir þarf að gera í 5 flokka ríkisstjórn eða 6 flokka ríkisstjórn? Eru þær ekki jafnvel ennþá meiri heldur nokkuð tíma sko í 3 flokka ríkisstjórn? Þú ert að tala 2 andstæða pólar, til vinstri, til hægri. Já, en ég að segja það jafn andstæðir pólar. Þið eigið ekkert mikið samheild í pólitík, þið vitið það. Fyrir utan jakkana sko. Fyrir utan jakkana. Já, akkurat. Annars kannski í svona atvinnumálum, landbúnaðarmálum, sjávarútvegsmálum, þið náið saman í þessu málum. En þegar kemur á grundvallarpólitík, hugmyndafræði, þá þetta tveir mjög ólíkir flokkar og þið vitið það þetta. Enda hefur því verið haldið mjög ykkur mun líða mjög illa í þessu hjónabandi. Enda hefur því verið haldið mjög ákveðið til haga í þessum viðræðum og af forystumönnum Vinstri grænna að þetta eru ólíkir flokkar. Það liggur algjörlega ljóst fyrir og við erum ekki að reyna að breiða yfir þá staðreynd að þetta eru ólíkir flokkar. Ágúst nefnir hvernig ætlum við að afla fjár. Ég meina það er ein af stóru spurningunum sem ég nefndi hérna áðan sem að flokkarnir þurfa þá að ná einhverju lendingu í. Aðalega skattamálin. Ég fullyrir ekkert að það verði auðvelt. Ætla að hækka auðlindagjöld, þið vildu það. Og það eru margar leiðir til þess að afla fjár. Ég meina þú nefnir auðlindagjöldin. Við höfum nefnt að breyta skattlagningu á til að mynda fjármagnstekjur og arðgreiðslur. Við höfum nefnt ýmsar aðrar leiðir til þess að ná í meira fjármagn. En þetta ekki eitur í beinum sjálfstæðismanna? Og það er fullt af leiðum sem að þessi flokkar geta náð saman um. Skattur á eigna fólk? Séu menn sammála að þurfa að fara í innviðuppbyggingu, þá eru þeir líka sammála að muni kosta einhverja peninga.